Erlingur Sigurðarson. Gjörðu svo vel. Formaður, góðir fulltrúar, þið sem viðstaddir eruð og þið sem eruð að horfa vonandi, ykkur heilsið líka. Forsetaembættið hefur alltaf verið svolítið umdeilt, hvort það ætti að vera eða ekki. Þetta var skipað það er ennþá í gildi tilskipun ríkisstjóra þar sem að gert ráð fyrir að forsetaembættið sitji eða ríkisstjóraembættið þá sitji sem sagt í ríkisráði og ríkisstjórnin komið það nefnir út og það er atriði sem við ættum að huga eftir ábendingu Þorkels. Það er hvort það var tilfellið að hrunið mætti kannski rekja til þess að samkomuleysis ríkisstjórnarinnar og ráðuleysis að hún hélt ekki reglulega fundi. Og þetta atriði þarf að hafa í huga hvort að embætti forseta hvers eðlis þá að vera. Ég vil að embætti forseta sé virðulegt embætti og það er komið í núna þegar þetta stendur uppi fyrsta tillagan á blaðinu það að skilgreina hverju fær með valdið að forseti tekin út af löggjafarvaldinu og sett sérstaklega að hann skulle fara með þau mál greinir í stjórnarskrá þessari. Hver eru þau mál? Þau eru nánast ekki nein og það er það sem ég vil ekki una. Ég uni því illa að mér hugnast ekki þjóðhöfðingjaembætti sem samsett úr afgöngum af því sem afgangsverður sem enginn vill nýta. Þess vegna hef ég gerð tillögu það að gerði í nefndinni tillögu það að það yrði farið yfir atriði til að embættisforseta og sannast sagna gekk það ekki mikið í gegn. Aukinn meirihluti nefndarinnar var á öðru máli. Þrátt fyrir það að á opnum nefndarfundi í fyrradag hafi fengið ábendingar frá utanefndarmönnum sem voru ekki í sama sinni eins og meirihluti nefndarinnar. Öllum saman sem tjáðu sig. Þetta verður að vinna betur. Við getum ekki haft forsetaembætti á þess að skilgreina það hlutverkið. Þess vegna punkturinn komin niður í en það er eftir að skrifa í eins og sagði daginn. Það er hlutverk forseta við löggjöfina væri að taka við lögunum fyrir hönd þjóðarinnar. Úr hendi Alþingisforseta sem afhent þau fyrir hönd þingsins til þjóðarinnar. Nú það er spurning um eilífa málskotsrétt sem ég vil kalla neitunarvald sem væri kannski eðlilegra en hefði. En það er og félli þá með ef þjóðin væri ekki saman sinni svo hann og felldi málið. Sem að samþykktir í tillögunni myndi forseti að segja af sér, leggja sig undir. En það er ekki meginmálið. Meginmálið er að við setjum, ég mun ræða það betur í umræðum forsetakaflanum á eftir, en ég held að við verðum að skilgreina hér inn og skrifa greinarnar og vísa því til heimildar til næsta ráðsfundar í næstu viku að skrifa greinarnar staðfestingu laga hverjir staðfesta lög og henni og eins hlutverk forseta samkvæmt stjórnarskrá þessari. Það er Þorvaldur Gylfason
flutti ég góða ræðu á þann, afbragðsræðu. Ég held að við ættum að taka tillit til hennar og íhuga hvað hann var að segja. Hann færði glöggur rök fram fyrir því að forseti færi með aukið vald. Og það held ég besta tryggingin fyrir því að valdið sé lítt pólitískt. Síst flokkspólitískt. Það gallinn þessar tillögur sem að kemur frá nefndinni skipan ríkisstjórnar og aðferðina að þetta verður sama kraðakið úr þessu öllu saman. Það ekki ljósmörk framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Löggjafarvaldið á að fara að ráða yfir framkvæmdavaldinu núna, en gerir það sem þetta var samt að gera það, nema með því að það sami meirihluti sem að sér allt. Kannski aukir meirihluti með forseta þingsins líka. En það ekki hægt að löggjafarvaldið hafi eftirlit við sjálfu sér stöðugt. Eins og þó að rannsóknarnefndin verði sett á stofn, þá hún skipuð að meirihluta, það sama meirihluta og mönnum úr þeim sama meirihluta og það ríkisstjórninni. Þess vegna eru þarna stofnanir, eftirlitsstofnanir sem þurfa að vera óháðar. Það þurfa að vera óháðar og öðrum en þjóðinni. Alþingi getur skipað og ráðuneyti getur skipað eitthvað en gert tillögur en forseti staðfesti fyrir hönd þjóðarinnar. Ég sé fyrir mér æðstu embættismenn, dómara skilyrðislaust og forsætisráðherra og þessar embættismenn eins og ríkissaksóknara sem mér finnst bara alvarlegt máli að fara að leggja í hendur pólitískum ráðherra þegar hitt í boði og röksemdir upp á það að það sé ekki hægt að leggja það og forseta að standa í skipunum sem að verði umdeildar og ég leiði til málaferla, það verður bara að hafa það. Forseti í umboði þjóðkjörinn fulltrúi þjóðarinnar og henni umboð þessi slíkur. Og það eru fleiri stofnanir eins og umboðsmaður Alþingis og það sem að Þorvaldur Gylfason taldi, en þetta mætti útfæra í lögum með einu stuttu atriði, bara skipan helstu embættismanna og forstöðumanna stofnana og sjálfstæðir opinberra stofnana. Það auk þess væri forseti svo að sjálfsögðu það þarf að fá þjóðhöfðingjanum aðild að stjórninni líka og veita það eftirlitsvald sem að framkvæmdavaldinu og löggjafarvaldinu nauðsyn á og komið frá öðrum þætti. Það í raun og veru fjórskipt vald, dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdavald og síðan eftirlitshlutverkið sem umboðsmaður þjóðarinnar tékkar á þessu öllu saman valdinu gegn þjóðinni. Ég mun ræða meira þetta þegar embætti forseta kemur til umræðu hér á eftir.